Bjarni heiti ég, fagstjóri forvarnasviðs slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Mjög stutt og þjált. En ég ætla að fara yfir fyrirlestur sem ég hélt á Vakt fyrir Ísland það sem fyrirhugað sambandi við gistingu í íbúðarhúsnæði. Ég ætla að fara yfir mál sem var til þess að við fórum með það fyrir héraðsdóm til þess að tryggja það að við fengjum aðgang að íbúðarhúsnæði til skoðunar sem og við töpum. Og þær breytingar sem koma í kjölfarið, því við fórum náttúrulega strax í það að ræða við HMS og ráðherra það að við værum í vandamálum, töldum að lögin okkar væri sterk til þess að við hefðum aðgang að íbúðarhúsnæði við þyrftum, en niðurstaða dómara var mjög skýr að svo væri ekki. Þannig að ég ætla að fara þessi yfir hlutina og aðeins að velta þessu fyrir okkur. Máttu bara vera með íbúðarhúsnæði eins og þú vilt, vera með eins marga íbúða eða hafa þetta bara eins og þér henta. Við fengum ábendingu húsnæði sem var á 3 hæðum, kjallari, miðhæð, önnur hæð og ris, rauninni 4 hæðum. Það sem búið að stúka niður og miðað við það sem fólk sagði okkur, það væru alltaf 24 íbúar. Þannig að engin brunavörðurinn og loka fyrir flóttaleiðir og lítið annað í því húsi. Þannig við töldum okkur vera með upplýsingar húsnæðið og þess vegna fórum við þessa vegferð. Þannig að ég ætla aðeins að fara yfir þetta og ég ætla að benda á að þær myndir sem fylgja þessu eru ekki úr því máli. Júní 2022 þá sendum við bréf á eigandann og báðum hann það að gefa okkur heimild til að skoða húsnæðið. Bara vinsamlegt tilmæli. Hann var ekki til í það og var ekki mjög samvinnufús. En við gerum þetta á grundvelli laga brunavarnir, þar sem að við töldum hann þurfti að bera ábyrgð á þeim brunavarnum sem eru þar og líka að hleypa okkur inn og sjá hvort við getum gert kröfur eða annað. Við vorum ekki búin að skoða húsnæðið. Endilega sendið til mín 1 eða 2 hressa einstaklinga, óeinkenniskletta, með góðaskapi meðferðis og myndataka og hljóðupptaka ekki heimil. Plús það að hann vildi ekki skemmta stærri hópinn 2. Mátti ekki koma í einkennisfatnaði og ýmislegt. Við erum með skýra heimild í lögum brunavarnir það að taka myndir og ferðast það húsnæði sem við förum í og teljum okkur þurfa að vera með myndavél eða appið okkar til þess að taka myndir til þess að undirbyggja þær kröfur sem við gerum í hvert skipti. Við mætum alltaf einkennisklæddir, það er bara skylda slökkviliðsins að vera í einkennisfatnaði. Við erum alltaf með góðaskapið, en séðan náttúrulega bara hvernig samskiptin eru annars. Við sendum honum svona bréf aftur. Vitnum í lögum brunavarnir það á hvaða forsendum við gerum þetta, hvað það segir í lögunum það að við mætum alltaf einkennisklæddir og við sögðum líka að hann vildi ekki að við kemum á merktum bílum og við sögðum líka að við værum alltaf á ómerktum bílum og myndum bara sinna okkur starfi faglega og skoða það hvort það væri eitthvað en annars myndum við segja við að þetta væri í lagi. En hann brást mjög illa við þessum bréfi. Eins og við sjáum. Hann vildi bara láta að hann væri látið í friði og getum endilega bara sendt dómara þessi samskipti og reynda að tala við dómara það að fá þessa heimild. Þarnast ekki aðstofa okkar þar sem hann taldi þetta vel í lagi. Sagðist verið búin að betrumbæta flóttaleiðir, setja hringstöð út á húsið og annað sem sést á já.is að svo hafi verið gert.
Þannig að það er ekki út á það að setja að margt af því sem hann sagði var rétt. Og við erum ekki að rengja það að kannski húsið er í lagi. Það er ekki mál. En miðað við ábendingu okkar og töldum við að það væri ekki og vildum fá heimild til þess að skoða húsnæðið til þess að geta það hvort þetta væri ásættanlegt eða ekki. Við sendum hún enn eitt bréf til þess að spyrja enn einu sinni hvort að við getum fengið að komast í skoðun. Og þetta er áreiktað þar sem við talaðum í lögunum og annað og síðan honum bent á það að samkvæmt 20. grein laga brunavarnir að þá ætlum við að gefa honum 7 daga til að svara þessu og öðru kosti myndum við fara með þetta fyrir dómara. Ýmis samskipti við mig á sem svona flest miður falleg orð í orðabókinni voru notuð var sem í kjölfarið en síðasti tölvupóstur sem ég sendi á hann ég ætla ekki að skrifast lengur á við þig ég ætla bara að biðja þeim að spyrja þig beint út hvort að við getum fengið að skoða húsnæðið eða ekki. Það fekk ég þetta stutta svar sem þetta er smá úrklippa úr svarinu sem var í 2 A4 blaðsíðum og hann náttúrulega reykja okkur það að við höfum trúað því sem hann segir en eins og við erum að segja í fyrri bréfum að við erum að reyna að fá upplýsingar að komast inn í húsið. Hvað heyrðist þér væni minn endilega sýni dómarann þessi samtíð. Sem og við gerum. 15. desember 2022 er sendt inn beiðni til dómara og beðið flýtimeðferð til þess að fá heimild til þess að fara að skoða húsnæðið. Dómarinn ætlaði að vísa málinu frá strax á niðurstöðu þar sem hann taldi ekki neinn grundvöll en lögfræðingur okkar fékk tækifæri til að hitta dómara og ræða þetta mál og dómarinn ákvað að koma með faglega niðurstöðu. Þannig að við sem slökkvilið, sem sóknaraðili fengum rauninni það sem vorum að biðja já eða nei. Það er það sem við vorum að sækjast eftir. Þannig að við óskuðum eftir heimildinni og svo kemur úrskurður dómara. Er ykkur búin að fara yfir þetta slökkvitæki? Þetta er nýleg mynd bara svo þið vitið. En það sem ég ætla að sýna ykkur úr niðurstöðu dómara að hann er alveg sammála okkar það að það sé sterkur og rökstuddur grunnur það að það sé eitthvað ábótavant. Það er ekki málið. En greinin sem við vitnum í lög um brunavarnir segir mjög skýrt það að við eigum að biðja úrskurð dómara til þess að fara inn í íbúðarhúsnæði. En vandamál okkar þar er það að það er engar lagaskýringar í kringum þessa grein. Það er mjög takmarkað. Og síðan er það eins og þegar lögreglan er að sækjast eftir húsleitaheimildum þá mjög skýr fyrirmæli það hvað þarf að vera til staðar og á hvaða forsendum sé hægt að fara í húsleitaheimildir og hvað liggur á bakvið, hvort sem það er með dómara eða ekki. Þannig að dómarinn vitnar í það að þær greinar eru ekki til staðar. Hann kemur líka inn á friðhelgi einkalífsins. En hann kemur líka inn á það að samkvæmt alþjóðadómum það eiga allir rétt til lífs. Og á þeim forsendum kemur hann líka með það að stjórnarskráin okkar talar það að á rétt til lífs og allt það. En þú gefur líka rétt til þess að þú hafir þitt einkalíf í friði. Þannig að eigum við ekki öll rétt af því að búa við þau skilyrði sem í örugg. Og það er það sem við erum að fara eftir, til dæmis sem búsetu í íbúðarhúsnæði, nei í atvinnuhúsnæði.
En svona smá út frá því, þá hefur eiginlega aðalega kveiknað í þeim húsum eftir að Aldís byrjaði, það er hann. Friðhelgi einkalífsins og það er rakið og það er líka talað húsleitaheimildir samkvæmt lögum nr. 88/2008 sem lögreglan fer eftir meðferð sakamála og þar eru tilgreind þessi skilyrði. Og það er sérstaklega rakið þarna líka í þessu að það er ekki skilyrði í lögum með brunavarnir á sama hátt og þar með hefur dómari enga forsendur til þess að fara eftir hvort hann eigi að leyfa þetta eða ekki. Hann er ekki að segja það hvort að við getum fengið þessa heimild eða ekki, hann hefur bara ekkert engin gögn til að styðja sig. Þannig að eins og ég segði á hann, þá er þess grundvöllur þess að sé hægt að taka ákvörðun út frá lögum er ákveðnar lagaskýringar þegar eitthvað óljóst er í textanum. Það er skýr fyrirmæli í textanum að leita til dómara. Jú, en hvaða fyrirmæli á dómarinn að fara eftir? Þeir vantar. Þannig að þarna segir hann að það sé ófullnægjandi lagaheimild að unnt sé að byggja á kröfum og því tagi sem saksóknari hefur sett fram. Þannig að þó að okkar skilningur hingað til hafi verið sá að við höfum þessa heimild, þá kemur það bara skýr niðurstaða dómara það að sú heimild er ekki til staðar. Þannig að niðurstaða dómarans var eftirfarandi. Þannig að þetta sé bara vísað frá dómi. Hvað stóðum við? Jú, við stóðum bara þannig að við gátum ekki gert, þó að við vitum að þessu. Hvað segir okkur þetta? Jú, við höfum ekki miklar ákvörðunir vegna bræðrabókarstíga hafa ekki verið búin að skoða húsið. En ef við höfum farið þessa leið þá kemur það skýrt fram að við höfum aldrei haft heimild til þess. Þannig að slökkvilið hefur ekki haft, þó við höfum talið það, heimild til að fara inn í íbúðarhúsnæði. Við höfum ekki getað farið inn í bræðrabókarstíginn á sínum tíma. Og eins og ég punktaði hérna, en sama dag ég gerði þennan fyrirlestur í Hjaltan, þá kom grein inn á samráðsgátt ráðherra breytingar á lögunum sem eru hér. Þannig að við erum að fá breytingar á 20. grein laga um brunavarnir sem við vitum ekki hvað Alþingi gerir. Það er alltaf allt opið með það, hvort þeir setji hefurinn á þetta og flysji af þessu meirihlutann af hlutunum eða ekki. En eigandi að fara á neita slökkvistöðvar eða eftirlitsmann hans aðgang á húsnæði eða ekki næst í hann. Það er eitt skilyrði. Samsetning íbúa. Grunur leikur og húsnæði hefur verið búsett án leyfis. Grunngerð hússins, stærð, tegund, byggingarefni, byggingarár